Já, velkomin í Góðspjall 3. Það margt rætt í samfélaginu í dag meðal annars mannréttindi og mannréttindi samkynhneigðra og þau eru auðvitað ótvíræð. Lögin heimila fólki hluti sem sumir kunna að vera ósammála og þannig er það nú. Maður er ekki neyddur til að vera samþykkur öllu í samfélaginu, þannig er það nú. Og í því sambandi þá langar mig að ræða aðeins við ykkur slaufunaráráttu. Og ég er að reyna að þjálfa sjálfa mig í því að slaufa ekki fólki. Ég get slaufa skoðunum fólks og gjörðum fólks og hegðun fólks, en ég slaufa ekki manneskjunni. Og þarna er grundvallarmunur á, maður sem sagt leyfir sér að fara í boltan, það er að segja í skoðanirnar eða gjörðir fólks, en ekki í mannin sjálfan. Og þetta hef ég nú lært og reynt að fylgja í starfi mínu sem prestur, því að ég hef þjónað fólki af öllu tagi og öllum gerðum og alls konar, með ýmiss konar kynhneigð og skoðanir og allt það. Og þá er þetta að maður gangi út frá þeirri grundvallarreglu að manni ber að elska náungann. Manni ber að elska náungann. Og það þarf ég ekki að elska skoðanir hans. Ég get elskað náungann en verið á móti því sem hann segir eða skrifaði í blaðið eitthvað slíkt. Það er bara eitt og þá get ég sparkað í greinina og skoðanirnar eins og í boltanum, að sparkar í boltan. Ég ætla ekki að sparka í manneskjuna. Og þess vegna er það mjög spurning þroska þegar við slaufum öðrum. Þá erum við að segja út með því ég er ósammála þér. Og það er auðvitað mjög grunnfærin, eða hvað maður að segja, grunnhyggin afstaða. Vegna þess að ef við slaufum einhverjum á grundvelli skoðana, þá verðum við í raun að slaufa öllum í heiminum. Því það eru engir tveir einstakleikar í heiminum nákvæmlega sammála allt. Það er alltaf skoðanamunur og meiningamunur. Þannig að þarna er þetta algjör grundvallarregla, við verðum að reyna að halda þessu. Og þetta er svo algengt, ég hef tjáð mig mikið á vefnum og á þessari heimasíðu minni, til dæmis málefni Ísraels og Palestínu, og ég hef reynt að benda þessu tvær hliðar á málinu, ekki ein, ekki bara Hamas hliðin, heldur líka hlið Ísraels manna. Og fyrir það er ég dæmdur og léttvægur fundinn og mér er slaufað, ég er kallaður illum nöfnum og það er drullað, bara hreinlega drullað yfir mig, svo maður leyfinu að segja það, maður stundum að tala bara tæpitungulaust. Og það er vont. Verið ósammála mér og rífist við mig það, en ekki slaufa persónu minni. Og það rífast nú fyrir mér þegar talaður samkynhneigða. Þegar ég var í guðfræðinámi á árunum 1980-84 þá lásum við mjög merkilega bók sem heitir Embodiment og doktor Björn Heitin Björnsson, hann fór með okkur í gegnum það í kristilegri siðfræði og við heimsóttum samtökin 78 og við áttum samtöl við fólk og allt þetta og tókum auðvitað prófið þessari bók og rættum hana í þaula í tímum. Og þetta var mjög mikilvægt og þetta hjálpaði mér. Ég var svo prestur í Grindavík 1985 til 90, og með 40 ár síðan. Og þá gerðist það í bænum að það lést ungur maður sem var samkynhneigður, hann lést úr alnæmi. Og á þeim tíma þá var ekki mikið vitað alnæmi nema það væri bara stór hættulegur sjúkdómur. Og það var engu líkari en að þetta væri bara smiti, væri bara lag í loftinu eða í vatninu og allir dauðhræddir við þetta. Jæja, svo kemur það í minn hlut sem ungspress að jarðsyngja þennan mann. Og löngu síðar þá fletti ég upp ræðunni og hún var bara fín. Það var ekkert að finna í henni neina fordóma sem ég gat fundið. Og ég mætti fjölskyldunni og jarðaði unga mannin með fullri virðingu. Og ekki bara það, besti vinur hans, kærastinn hans, ég ávarpaði hann og sinnti honum eins og hann væri ekkill eða ekkja, þó að þeir væri náttúrulega ekki, þetta var fyrir áður en að menn
gátu gengið í hjónaband, sko, samkynhneigðir. En ég umgengst hann bara eins og hann væri nánasti aðstandandi fyrir utan, sko, skildmenni og foreldra og allt það. Þá stæði hann honum mjög nærri og sinnt honum sem slíkum í tali, bæði í ræðu minni og athöfnu og öllu atferli við hana. Jæja, svo lauk ég starfi mín í Grindavík 1990, fór að vinna á Biskupsstofu og ég var búin að vinna þar í einhver 2-3 ár. Þá hitti ég þennan unga mann sem eftir lifði á Laugaveginum. Og hann kannast við mig, var svona góð glaður, en hann faðmaði mig og kyssti fyrir þjónustuna og hvernig ég hafði mætt honum í sorginni og fjölskyldun og allt þetta. Og ég var með þakklátur fyrir það. Ég vissi ekkert þetta, hafði ekkert fengið neinn viðbrögð þannig nema bara fjölskyldan þakkaði mér á sinn tíma og allt það. En að hitta þennan unga mann, það var bara mjög sérstakt og ég var mjög glaður yfir því að hann viðurkenndi afstöðu mína og hvernig ég tók að þessu. En það sorglega við þetta nú að þessi ungi maður, svona cirka mánuð eftir ég hitt hann, þá var hann myrtur, hann var stunginn hér í einhverju greni. Hann hefur verið í áfengi eða eiturlyfjum með einhverju slíku. Sko, það var erfitt fyrir samkynnið fólk að komast af í samfélaginu og vafalaust hefur hann hann hefur verið fíkill. Hvað sem til líður, þá var hann í hættulegu umhverfi og lét lífið þar. Blessuð sé minning hans og hans kærasta sem ég jarðsöng. Svona nú þetta líf, sko, maður mætir þessu og ég búin að vera að jarða fólk í 40 ár á öllu tagi, tukthúslimi og háttsetta einstaklinga og allt þar á milli og fólk með skerðingar og geðsjúkt fólk og veit ég hvað. Og það bara skylda mín sem prestur að mæta öllum af virðingu og mæta öllum sem manneskjum og að sinna fólki á grundvelli kærleiks boða Krists. Og það er númer 1. Og ég seti þetta inn vegna þess að það hefur verið umræða í samfélaginu réttindi samkynhneigðra og afstöðu kirkjunnar eða kristninnar til þess. Það auðvitað erfitt að sko þvinga einstaklinga til þess að halda, fyrir ekki að ég svo kvefaður, búin að vera heim í 3 daga. Það er erfitt að þvinga einstaklinga til þess að samþykja eitthvað sem þeir í hjarta sínu eru ósammála. Þá verða menn bara að víkja og einhver annar kemur þá í staðinn. Þannig ennu samfélagi. Það er samviskufrelsi og það að kunna vera einhver mörk á því, ég kann það ekki, ég er ekki lögfræðingur. En ég lít svona á þetta að þetta leysist nú í samfélagi sem að reynir að fylgja lögum og vera sanngjarnt og þá fólk líka að vera sanngjarnt gagnvart gamalli stofnun eins og kirkjunni. Það sko, hún hefur nú fært okkur þessi mannréttindi að stærstum hluta sem að við eigum. Það hinn gyðing kristni arfur og auðvitað fleiri sem að koma að þessu, en það fyrst og fremst boðorðinn og hinn kristni skilningur á mannskilningur sem hefur lagt grundvöll að lögum allra vestrænna ríkja. Svo hafa komið að þessu stjórnmálaflokkar og verkalýðsfélög og alls konar skólar og stofnanir og félög og hreyfingar og allt þetta og menntamenn og rökræður í gegnum aldirnar og það í þessari deglu sem vestræn samfélag vorið til, en grunnurinn þessi vestræna hugsun sem að ógnað núna til dæmis af Íslam. Það eru trúarbrögð sem að samþykja ekki okkar gildagrunn og við þurfum að standa vörð gildagrunnin okkar og gefa ekkert eftir þar og standa vörð mannréttindi og það að öllum líði vel, að við elskum náungan og að við lefum okkar sparkiboltan en ekki mannin. Ég get verið ósammála manni, segjum manni sem hefur fram í glæp, en ég verð að sýna honum virðingu sem manneskju og elska hann eða hana og sama má segja ef að fólk hefur aðra skoðanir en ég get verið ósammála mönnum í pólitík og ég verð að elska náungan hvað sem hann hægrimaður eða kommunisti eða krati eða hvað sem
Því að við erum bara eitt mannkyn á þessari jörð og verðum að reyna að setja okkur í spor annara. Það eru engir tveir sem nákvæmlega sammála allt í heiminum. Mundu það. Og þess vegna það heimska að slaufa fólki. Læt þetta duga í dag sem þangadagsins 10 mínútur. Takk fyrir að horfa og hlusta. Guð geymi þig. Bless.